Síðan táknar burðargetu einstaklings. Þessi er í ánauð, engar tekjur og þar af leiðandi engin burðargeta. Og þessi er sem sagt með tekjur, en þetta er erfitt stig, það er dýrt að koma sér upp heimili og barnavögnum og ýmsu öðru og þú getur maður líka bara verið að fara illa úr samþykktaþörfum, menn finnst maður aldrei gera nóg, þarf að gera betur og betur og maður lendir í þessari vanskila vítahring og þá verður burðargetan mjög lítið. Hann er hérna og allt sem er hérna fyrir ofan veldur hann ekki og þarf að fá hjálp við einhvern veginn. Og það er að segja, þetta er í rauninni magn af verkefnum og hann ræður bara við þetta hérna og hann verður að bíða eða koma ykkur aðstoð þar að koma til hann. Og svo skulum við bara skoða næstu, svo við átt ykkur á hvernig þetta er, hvað er að gerast. Hún er komin með miklu meiri burðargetu, hún er ekki komin fulla, en hún er komin á þann stað og hún ræður við það að borga alltaf mánaðamótum, hún ræður við að gera áætlanir, ársífillit og annað, gera plan, hvernig hún ætlar að lifa. Hún semur sjálf við fólk, hún gerir sínar áætlanir og ef hún ekki kann, þá sækir hún það og fær manneskja til að fara námskeið og læra það sem hún þarf að læra. Þannig og sama tíma er hún að takast á við sjálfa sig, tilfinningar gamalt og eitthvað, mjög erfitt stig, en hérna er hún manneskjan farin að höndla þetta saman. Og það er til dæmis eins og hérna ef að bila bíl þá kannski hún að fá yfirdrátt, þannig að maður þarf alltaf að fá einhverja aðstoð annars staðar frá. Já. Hann er komið 100% burðargetu. Hann sér sig sína, eða þau sig og fjölskylduna og það er allt borgað sem þarf að borga, það er engin vanskil og það er hægt að búa til pening fyrir ferðalögum og það er hægt að gera eitt og annað, en einhvern veginn er þetta samt vall. Mér finnst þetta ekki nógu gott af því það er alltaf komið sér óvænt útgjöld, en þau eru samt að halda jafnvæginu og sem sagt þau halda því að vera að gera allt sem fylgir því að vera í fjölskyldu. Hvað sem fara í íþróttaviðburði, fara að æfa á fótbolta eitthvað. Þetta fólk það veldur öllum verkefnum venjulegs lífs. Já. Nú skulum við fara aðeins lengra. Og hérna er allt í einu sem sagt eitthvað tómarúm og við erum að tala um sjóði. Við erum farin að leggja fyrir sjóði til að taka höggið af og þegar eitthvað gerist eins og bílar eitthvað svoleiðis. Og það þýðir hins vegar, fyrst við eigum sjóð, þá þurfum við ekki að fara að fá yfirdrátt hjá bankanum eins og við þurfum að gera þegar við á skuldalínunni. Þannig að allt í einu, bara við það að verða sín eigin banki, eiga sína sjóð til þess að mæta svona sjálfur, þá er allt í einu afgangsbundin hérna. Afgangurinn myndast þetta í jafnvæginu fyrst, þess að það náði hann alveg upp í topp, en núna er maður farin að geta gefið af sér hjálpa öðrum á einhvern hátt, bæði bara andlega og veraldlega. Og hérna er þá markmiðið þetta að vera með sjóði og ég nefndi til dæmis að það ætla kannski að vera með svo stóra sjóði geti verið atvinnulaus í 3 mánuði. Þá uppgötvar maður kannski en hann má samt alveg vera virkur, hann má samt vera að gera eitthvað, hann má vera að fjárfesta. Þá þarf bara að geta að losa það einhvern veginn ef á þarf að halda, en við erum alls ekki bara að geyma hann einhvers staðar á neikvæðum vöxtum. Þannig að maður er að hugsa allavega svona hluti hérna og markmiðið er þá hér að græna línan hérna, þessi, sjái allt sem tengist þetta bláu sem maður þurfti að gera og fá hjálp við áður. Og
Og svo komum við hérna áfram upp í hérna næringuna. Sko, hérna ef við skoðum aðeins að þekkja sjálfan sig kemur inn hérna í jafnvæginu. Að gera breytingar til góðs þannig að það skapist vöxtur. Núna er kominn vöxtur, núna er kominn afgangur. Þá finnum við þessi peningur að hann sé næring fyrir mitt líf og hver ég er eða hver við erum. Og hérna þannig að breytingarnar hér er allar með það í huga að þetta er að næra manneskjurnar. Og hérna aðeins villu staðsett þetta hérna, það skiptir ekki máli. Þá sem sagt látum við fjárfestingar okkar hafa hlutverk, þannig að þær hafa því hlutverk að sjá mig og mína og jafnvel að senda eitthvað af sér út í samfélagið og hérna og hjálpa til þar. En það er komið þannig að þetta er sko farið að sjá algjörlega sjálft sig og hérna græna súlan hérna hann tekur sér bláu súluna, gula súlan sér rauðu súluna, þannig að hérna að burðargeta mín er hérna 100% og ég get farið að snúa mér að ykkur öðru því þetta sér sig sjálft. Og hérna, en við höfum samt eftir að fara hérna og finna hvernig þetta endar og það er þá, þetta endar á umönnun, alveg eins og þetta byrjaði. En nú er það bara það sem þú hefur skapað sem sér þig og þína. Já. Nú vitum við hvað leikurinn snýst. Við þekkjum markmið hvers áfanga og vitum hvernig honum lýkur. Og hérna, þá er komin ykkur svör og svo að reyna að finna út hvað þau getum hérna minnka það hvað fólk er lengi í hverjum áfanga.